morgun Þorláksmessa með tilheyrandi skötubrælu. Skrítalingar tóku forskot og sæluna fyrir viku síðan og efndu til skötuveislu í félagsheimilu Arnórstöðum. Kvenfélagið sér að halda veisluna sem orðin árviss viðburður. Við mættum í hús meðan verið var að elda. Hvernig gengur hjá ykkur? Gengur fínt. Það er bara alltaf að vera tilbúið, alltaf að smella, enda líka klukkan orðin 7. Og hvað langt þegar gestirnir komi? Fyrst eru komnir. Já. Svo alltaf verður komið svona fyrir 8 verður allir komnir. Það rétt að vona það. Og hvað skötuhlaðborð upp í Skriðdal? Af hverju? Fyrir 2 ár síðan að Eiríkur Fisksala datt þetta í hug. Að gera eitthvað við félagsheimilið. Og við bara ákveðum að slá til. Hann gaf okkur skötuna þá og svo náttúrulega keyptum við hann í fyrra og vorum með fullt af fólki. Og ég held að verði ennþá fleiri núna. Hvernig dagur hjá ykkur sem við eldur sem búin að vera? Við komum hérna rúmlega 5. Byrjum undirbúa. Suða kartöflur og skrala rófur og já, bara að setja í potta og byrja að elda. Hvernig að vera inn í þessu andrúmslofti í 2 tíma? Alveg geðveikt. Þetta bara meira áttar. Þessi get ekki sendt ykkur bara lyktina í gegn líka. Þetta rífur aðeins í? Já, þetta fínt fyrir krakkana með hálsbólguna. Strax byrja að hósta. Er skötuhefð í Skriðdal? Ég veit það ekki. Það er svona ýmsir bæir sem með þetta. Og svona skrifti kallar, sjómenn, gamli sjómenn eða eitthvað sem hafa einhverstað kynst þessu. Það eru fleiri en skriðdalingar sem sækja í veisluna. Fólk kemur úr sveitunum kring, Egilsstöðum og Fjörðunum. 60 manns mæta í hús sem eru álíka margir, ef ekki fleiri, heldur búa í dalnum. Gestirnir eru flestir mættir fyrir klukkan 8 og taka til óspilltra málana við matinn. Skatan fær almennt góða dóma. Hún er rosalega fín, alveg mátuleg. Maður fær svona votta tárum í augun þegar maður tekur sér á diskinn og það er alveg mátulegt fyrir mér. Þetta er akkurat eins og vilt? Alveg eins og ég vil hafa hana. Alveg, og mér finnst þetta flott framtak hérna. Fólk alls staðar að hér og mjög gaman það. Hvernig, af hverju valdur að koma í skötu? Hingað? Bara að við sáum auglýst og við komum náttúrulega mikið hérna upp eftir sko. Maðurinn minn er úr dalnum. Og ætlarðu líka að hafa skötuveislu á Þorláksmessu? Heima? Nei, ég er boðinn í annað, þannig að annars, þetta er í fyrsta sinn sem ég held ekki sjálf veislu. Þannig að þá fer ég bara annað, hingað og víðar. Á næsta borði eru 4 skriðdalingar sem eru ekki síður ánægðir með matinn. Ég er mjög ánægður með þetta. Gaman að þessu. Sindri, þetta sammála? Já, þetta þarf maður að borða bara alveg eins og einu sko. Það er alveg svo leiðis. Er þetta orðið föst hefð hjá skriðdalingum að koma skötu í félagsheimilinu rétt fyrir jól? Já, þetta er nú, nei, það má kannski ekki segja það. Þetta er búið að vera hvað 2 eða 3 sinnum. Þetta er gaman að þessu. Þetta er svona, sumir vil ég ekki elda þetta heima hjá sér og finnst ekki koma góð lykt í húsið, þannig að það er fínt að gera þetta hérna fyrir alla. Sibbi, hvernig er hefðin í Þingmúla? Eldið þið þar líka? Já. Það er alltaf skata á Þorláksmessu. Þetta er mjög gott. Eldið þið líka sjálfur eftir að fara í veislu hingað? Já. Þetta er bara hefð hjá okkur. Og verið það í mörg ár. Við hittum meira að segja fyrir gamlan Vestfirðing sem þekkir vel til skötuhefðarinnar. Það er smá munur á eldamennskunni eftir landslutum. Ég er ættar frá Bolungarvík og býr niður í Berufirði. Þannig að þú hefur góðan samanburð við hvernig þetta á að vera? Já, maður fengið vestfirska skötu, það jafnast ekkert á hana. Það er bara mjög gott. Og mætti samt vera mörgflót með þessu. En stæðst þetta samanburð við vestfirsk skötupartí sem er löngu fræg? Nei, ég segi það ekki kannski alveg, en þetta er bara mjög gott. Við höfum hveitikökur með þessu, þannig að það heima hjá mér og mörgflót. Mér finnst það betra. Ekki hrifin að hamsa tólkinn eins og austuringarnir. Og þegar menn eru búin að vinna er hægt að taka matarhlé. Þetta rífur aðeins í. Þetta er samt ekki jafn vont og ég óttaðist. Þannig að þetta er alltaf lagi.